Steinunn búinn að vinna núna 3 efstu deildir í röð, þannig að hún alveg verðug að vera þarna upp á sviði. Kannski bara rólegur í gang. 95 eftir, færi sér niður. Já, sjá þetta. Ætlaði að klára þarna á búlinu. Skemmtileg leið. Hann smá heppinn, hann skilur eftir 32. 123. Já. Það fallegt. Já, mjög góða pílur. Heppinn að ná þarna síðustu pílunni í 18 og skilist þau eftir 32 sem útskot sem að hann fílar. Hann nokkuð öruggur þannig. Leikskot í fyrsta legg, Alexander. Frábæra pílur þarna á Steinunni sem færði sig, við sáum og færði sig niður í 19 reitin. 100. Svarar Alexander. Það væri það nú svolítið skemmtilegt. Já, þetta góð byrjun í það. Ekki þessi hins vegar. 118. En góð skipting þarna niður. Kemur sér vel niður. Þá það bara einn í stóran 20 og skilja sig síðan eftir í 2x16 og klárar þetta. Númer 2, Alexander. Steinunn, þú byrjar að kasta legg númer 3. 10 ekki gefins, nú getur lent í talsverðum vandræðum þar. En hann splittar 2x4, 2x2. Hann komin í 2x1. Skilur sig eftir í 2. Steinunn búinn að vera niður í 19, þá bara heldur hún sig þar, gengur ekki. Þá var hann 88 eftir. Og hún getur ekki tekið þetta út núna, skilur sig eftir í 48. Og þá það bara 2x1, byrjar hátt, skynsamlegt, færist nær og klárar þetta í síðustu. Alexander Veigar Þorvaldsson, gefur það gott það. Hann fær ekki að borða. Já, þá það komið titilinn, þennan stóra sem allir tala tvisvar sinnum. Og annar Íslandsmeistari hérna í kvöld, fyrir utan náttúrulega Guðjón sem hefur búinn að vinna oftast allra. Það Matthías. 100. Og Matthías búinn að vinna 5 með spilamennskuna hann uppi og enda kom núna hæsta skorið hans í leiknum hingað til, 67, með því að færa sig niður. Vítor að koma sér niður í útskot núna. 140. Virkilega vel gert. Kemur sér í virkilega góða stöðu. Líklegur til þess að taka hann fyrsta legg. Það góði að svara. Ekki að finna þreföldreitina Guðjón í þessum fyrsta legg. En hann getur allavega verið rólegur að hann byrjaði ekki legginn. Það vont að tapa leggjum þegar hann byrjaði frábær spilamennska við Vítori. Vítor Kjarúa, Guðjón, gott legg nummer 2. Að kasta í 20 reitin til þess að reyna svona setja hana ofan á hana. Já, hann staplar pílunum svona ofan á hvort annar. Já, flotta pílur hjá Guðjóni. Og þá fáum við fyrsta 180 kvöld, búinn að vera ískaldur. Og hann setur í fyrsta tonna 80 hérna í kvöld og kemur sér í ágæti stöðu. Sjá hvað það skiptir miklu máli. Já, það skiptir öllu máli. Sérstaklega sem Vítor ekki að skora stórt í þessum legg. Þarna kemur mikilvæg píla. Síðasta. Getur Guðjón komið sér niður í útskot. Fæði sér svona niður í 19 núna síðan en þarf helst að fara aftur upp í 20 núna. 96. Hitti þrefaldan, tók sénsinn hana. Já, hann hefði þetta einfaldan, það hefði ekki verið í útskotið, þannig hvað. Nei, hann þurfti að fara... Já, en Vítor svolítið langt á eftir, þannig að hann hefur kannski verið rólegur. En Vítor getur komist í útskot núna. 123. Og gerir það. Nei, gerir það ekki. Og Guðjón fæði það núna. 40. 3 pílur. Já, þar bara eina. Og búinn að jafna þetta 1-1. Allt í játnum. Hvor þeirra ætlar að taka slaginn í undanúrslitum á móti Alexander Veigari. Já, þetta er frábær fyrsta píla. 100. Þú segja Halli að þetta væri svona Guðjón 107. Finnur ekki þrefaldan 19, færir svo þau upp og þá það 214 eftir.
Svolítið frá því. Hvar byrjar Vítor? Byrjar hann í 21? Í 20. Já, þá var það bara 214 líka. Ein píla í hendi til þess að komast í 2-1 og hann klárar þetta. Virkilega sterk síðasta píla þarna, Vítor. Það sér að segja að hann ótrúlega sterkur þegar kemur á taugunum. Leggur sem að Guðjón verður finnilega að vinna, annars er hann búinn að tapa. Það bara þannig. Verður að ná fram núna þessum 8 legg, en það verður þá Vítor sem byrjar hann. Önnur heimsókn upp á 100 hjá Guðjóni. Nú þarf Vítor að svara. Gott svar hjá Vítori. Þurft að gefa eftir sæti sitt. þar sem að hann að spila í annar íþrótt. Já, fáum við annan 180, ætlar hann að skilja sig eftir í 18. Já. Það takk ekki út flottan dans. Alveg saman þótt að hann skilja sig eftir í tölu sem hann... Já, þetta fín fyrsta píla. Nei, færist fjær. Þessi inni. Við fáum 8 leik. Það 8 leikur. Svona viljum við hafa þetta. Þetta akkurat eins og við viljum hafa. Stefnir í æsi spennandi 8 leik hérna. Þetta var nú frekar stressuð píla frá Guðjóni, en frábær leiðrétting. Frábær leiðrétting eftir þessa fyrstu pílu sem hann var víðsfjarri. Styrti sig af. En þurfti samt einhvern veginn ekki mikið að færa sig eða stoppa neitt. Hann bara búinn að gera þetta svo lengi. En sjáu þið, þá svarar Vítor með öðru 180. Það ekkert flóknar það. 3 tonn 80 þessum leik. Frábær spilamennska hjá drengjunum. Í 8 leik. Í 8 leik. Tímasetningin aftur góð. Síðasta bíla þarna á Gauja. Rettaði sér á síðustu bílu þarna. Hélt sér svolítið inn í þessu. Vítor að komast inn í útskot. Já. Þess inn. Tonn 40 væri virkilega sterkt og það gerir hann. Þvílíkur tekur 180 og svo 140 þegar virtist vera sem svo að Guðjón væri með þetta algjörlega í sínum höndum. Þá snýr hann þessu við, en Guðjón ekki búinn. En hann verður, en nú verður hann að vona að Vítor klára ekki 75. Er hann að fara að byrja í 3.17 halli? Vítor, já, hann ætti að gera það. Gengur ekki, þá þarf hann að taka 18 og toppinn bara. Tekur sér tíma. Já. Þetta við séum margoft og þessi líkleg, skal ég segja ykkur. Hún líkleg og hún fer beint í. Frábær spilamennska af Vítori, endar hann leik í 76 í miðaldali. Og 3-2 í hörkuleik. Það að spila mútið þeim bestu. Já, það bara var á leiðinni að tryggja sér seðil í sjónvarsmóti, BTC. Akkurat. En Jón Bjarmi, hann að finna miðið, búinn að finna 3.20 og flottar pílur. Frábær hópur á þeim hana í kringu 3. Og líklegt að Bjarmi fái alveg 6 pílur í að klára þetta. Það var bara 20 og svo toppurinn. Vá, nálagt treföldum hana. En klárar þetta síðan. Beint út. Já. Sáðu þarna sem að önnur pílan hans fór í 20 rétt fyrir ofan þrefaldareitinn. Ef hann hefði farið í þrefaldan þá hefði hann hreinlega bara sprengt sig. En hann byrjar síðan núna og byrjar á þreföldum. Og aftur. Frábær pílur hjá Bjarma, aðeins 36, byrjar 140. Sjáðu að Matti var að hengja aðeins aðeins pyrraður. Og meðan Bjarmi lítur vel út. Og eins og þú sagðir að hann virkar alls ekki stressaður. Nei, þetta pressu. Já, nú getur sér Matti að setja pressu og finna 2-3-faldareiti. Þetta góð leið til þess. Jæja, einu viðbót í 3.20. Skilsættur 90, það smá pressa. Já, ég meina Matti getur alltaf tekið þetta út. Já. En hann beint í 100% útskot hjá Bjarma. Þessi fyrstu 2 leggja hans í fyrstu beinu útsendingun hans í pílukasti. Það ágætt. Þetta gott. Nú Matti komið bakið við vegg. Algjörlega, og hann byrjar þetta með látum. Betur.
Þetta ekki fyrsta skipti sem að Matthías hefur verið með bakið við vegg í úrvalsdeildinni. En núna verður hann að skila sér tilbaka ef hann ætlar að koma sér í einhverja stigasöfnun. Bjarmi alltaf líklegur að hitta þrefaldan í þessum leik, allan hingað til. Já, hann búinn að vera mjög öflugur. Mjög öflugur skorinn, eins og bendir réttilega á þetta í byrjun, greinilega mjög öflugur skorari. Og það bara, hann heldur áfram að drita í þrefaldan 20. Sjáu þetta? Það á sama punktinum hann og þetta var bara óhefni. Það var óhefni þarna. Já, hann að spila hérna á 85 í meðaltali. Virkilega sterkt hjá Bjarma. Hann algjörlega að sýna úr hverju hann gerður. 57. Aðeins 57 hjá Matta. Já, enn og aftur hann að finna þrefaldan. 100. Frábær spilamennska. Besta spilamennskan hingað til í kvöld af það sem hafa hjá Bjarma. Algjörlega. Og enda líka útskotin búin að vera mjög solid. Matti komin í útskot og undan. Þetta beint inn. Þetta hreinlega verður að ganga upp hjá honum. Og það gerir það í fyrstu pílu. Skot í legg nummer 3. Getur að anda aðeins léttar núna. Já, og nú getur Jón Bjarmi aðeins svona legg nummer 4. naga sig handabökin fyrir að hafa ekki gert betur. Fullt af pílum. Pílur, já. Nei, nú Voru þarf pínu viltar. Matti að snúa sig við. Já, flott leiðrétting með sýnist þessi verið í. Og þessi líka. 125. Flottar pílur hjá Matta. Og hann að sýna tennurnar aðeins. Búinn að vera talsvöld undir sínu besta, Matti. Bjarmi heldur bara að Frábært hjá Bjarma. Þetta frábær skipting, líka bara að vera að setja. Matti finnur þrefaldan. Kemur sér ekki í útskot þessari eins og. Þannig að Jón Bjarmi í möguleika að komast á undan í útskot og halda þessum leik bara í sínum höndum. Og hann gerir það heldur betur. Færi sér niður, ætlar hann að taka hérna 177. 139. En 139 ekki slæmt, skilsettur þessi ekki að aftur mjög ná sér í stig á fyrsta kvöldinu. Og það komið 3-1 og önnur hörmungar fyrsta kvöld hjá Matta á Selfossi. Það eflast stórkostlega mikið á Íslandi og ekki síst hjá ungu kynslóðinni. Gunni byrjar beint í þrefaldan 20 og svo bara solid í 20 redan og frábær byrjun hjá honum. Alls líklegir. Þessi tveir alveg báðir. Mjög góðir. Ég man eftir því að í fyrra hann Gunni var hársbreidd frá því að setja bara einn langbesta leik Íslandssögunnar í pílukasti þegar hann átti eftir 2.16 í leik í Kristalsdeildinni með 118 í meðaltal fyrir þá pílu. Já. En tapaði síðan leiknum og endaði 80 meðaltal. Stígum hann slæm til höfuðs að kemur aftur á spjaldinu. Nú bara að setja pressu fyrir Gunna. Gunni, já, þetta er góð fyrsta. Fyrir núna niður í þrefaldan 17 og þá myndi hann skilja hann sig eftir í 2.16 og gerir það alvöru pressa. Setur góða pressu á Kristján. Frábær heimsendli á matrislumanninum. Örþunnur og beint í á Kristjáni. Fyrsta píla og þetta var ekki gott fyrir Gunna. Tappa gegn kastinu. Það er að hrista þetta á sér. Já, Kristján. Er það almennt til Gunna? Finnst þér að skipta minna? Hann er bara svo örgur í 20. Já, sjáu hérna. Síðasta. Byrja hérna til vinstri í 5 reytin. Fljótur að reikna sig til í að færa sig hann yfir í 18 til að skilja sig eftir útskoti. Þetta er góð fyrsta hjá Gunna. Núna verður hann að færa sig í búlið til að skilja sig eftir útskoti og gerir það. Frábær í beint í 50 með þess að hann kemur sér alveg að ganga hjá honum. Þá fer hann í 25. Þá fer hann í 25 og þá var það toppurinn. 25 skorar, já. Var staðfesting á því á Binni. Það er að færa sig núna í 2.15 og klárar það bara. Virkilega vel gert hjá Kristjáni. Það eru fagnir hjá honum. Já. Og legg nummer 3. Já, og beint í myndavélarnar. Já, hann kann þetta. Vel gert hjá Kristjáni. Og nú er Gunni komin baki yfir vegg. Já.
Og þetta er góð byrjun á því að rífa sig frá veggnum. En Kristján svarar vel. 100. Gott svar. En nú verður Gunni að halda svolítið þessu momentumi. Aftur svolítið fyrir ofan. Þarf að fikra sig neðar. Það er 60 sem eru aðeins og lítið núna á þessari stundu. Það er sniður. Frábæra skiptingar enn og aftur á Kristjáni. Sjáu þetta. 134. Virkilega vel gerð. Kristján kemur mjög sterkur inn í hennar leik. Það er bara að setja mikla press á Gunna. Heldur betur. Og Gunni ekki komast í útskot í þessari heimsókn. Kristján þarf að skora 100 til að komast í útskot. Og hann er á góðri leið með það, með þessari pílu og gott betur en það. Sjáu þetta, já, við erum að fá annan 180 og það er bendamindar, þetta er alvöru. Já, Kristján, þarna þekkið þig. Skilur sig eftir í 87 og nú getur Gunni bara sett pressu. 85. Kemur sér í útskot en það er ansi stór tala. 87 hjá Kristjáni. 17. Það þarf að færa sig og 2x12. 63. Næst ég búin að klára þetta á 12 pílum. Já, frábærar pílur hjá Kristjáni. Og hann kemur aftur að spjaldinu því að Gunni er eingöngu að skilja sig eftir í 96. 60. Kristján. Og þá er það 3 pílur til þess að klára hann leik 3-0. Drauma byrjun hjá Kristjáni hérna á Selfossi. Eða hvað? Eða hvað? Já, klára þetta. 3-0. Gunna sópaði fyrsta leik. Já, maður er svolítið búinn að bíða líka eftir að sjá Alexander taka þessa stóru titla. Hefur verið hans í nálægt í, hefur verið svolítið að koksa í úrslitaleikjum. Já, en hann er svo sem búinn að vinna efstu deild nokkru sinnum. Já, hann er búinn að vinna efstu deildina í deildakeppninni, klárlega. En þessi stóru titlar eins og úrvalsdeildin, Íslandsmeistaratitillinn. Já. Hann svona að vita allir að hann er mjög líklegur í grænan búl til þess að skilja eftir toppinn. Þessi þarf að fara í. Gerir það ekki. Hann að Vítor með 3 pílur til þess að vinna hann leikjakasti. Hann legg. Þessi er ansinn nálagt. Eglaði vírin. Það er ekki til að frábært fyrir hann því að sjáðu, hún er svo flöt að þetta var líklegt. Hann myndi skjótast niður fyrir. En beint í 2x10. Sterkur í útskotunum á Vítor. Vítor, hún byrjar legg nummer 2, game on. Beina útsetningin. Svið. Þetta spilar allt stóra rullu. Þessi maður elskar það. Þessi maður elskar það. Það er klárt mál. Það virðist ekki að hafa mikil áhrif á hann. Hann er bara betri í þeim aðstæðum held ég. Sjáðu. Frábært. 170. Eftir á honum að byrja þarna á 19. Allt úthugsað til þess að skilja sig eftir 170. En þessi er í held ég. Og þessi líka. Vel gert til Vítori, eini viðbót til að skilja sig eftir í toppnum. Sjáu þetta! Tróðin í. Þessi tímasetning. Alexander með risastóra heimsókn og ógnaði þarna stóra fisknum. Og frábærar pílur. Skilja sig eftir í 36. Setur alvöru pressa þennan topp hjá Vítori en ég held að það sé bara betra fyrir Vítori ef eitthvað er. Og núna aftur. Líklegt að fara undir. Nei, fór í. Ótrúlegur Vítor Tjarúa. Tekur hann 14 pílan legg. 14 pílan leggur. Og þeir eru báðir orðnir sjóðheitir, sjáu þetta. Þeir eru komin í gang og nú viljum við sjá Alexander bara taka það legg. Já, af 5 eða 6 sem hafa komið. Af 5. Virkilega vel gert. 100. Alexander næsir aftur í 100 plus. Eftir að hafa tekið eina svona slaka kastumferð en er í lykilstöðu í þessum legg. Finnur Vítor aðra þarna, já, kemur sér í útskot. Þetta er ótrúlega, þessar tímasetningar hans eru ótrúlegar. Toppurinn. Og toppurinn. 78. Þá er það Vítor, tækifæri til þess að klára þennan leik. Það er ótrúlegt. Á 160.
Já, en samt ekkert svo ótrúlegt. Nei, ekki gengur það upp núna. Alexander fær þá 3 pílur til þess að klára toppinn og koma sér aftur inn í hennar leik. 41. Alexander. Setur ekkert bílað pressu á hann. Engin pressa þannig séð. Wow. Þessi var vilt, 216. Já. Leggur númer 3. Hristir hausinn yfir þessari fyrstu pílu. Hún var svolítið vilt. En það væri nú eitthvað að klára undanúrslitaleikinn á móti Alexander á stóra fisknum. Frábær heimsókn hjá Alexander núna. 123. Já, hefði getað verið hvort meginn sem er. Alexander líður vel hérna í 36. Klúðraði 5 pílum eins og ráðan. En beint í núna og við fáum. Númer 4, Alexander. Við fáum 8 legg. Akkur það sem Alexander er. Og Alexander kemst upp með það. En aftur byrjar hann vitlausum meginn við vírinn. Næra leiðréttir sig samt í 125. Mjög góð leiðrétting. Og aftur setur hann pressuna á Vítor sem hann verður að fylgja eftir núna, verður hann á 100 plus og gerir það bara til þess að elta og fylgja honum með jafnvel komast á undan. Hrifsa á honum pílurnar. 140. Næsta eftir. Það var Alexander bara að gera svo að taka þetta út. Hann þarf að taka þetta út, ja. Vítor er mjög líklegur til þess að taka út toppinn. Þetta er góð byrjun, önnur þarna. Já! Langt frá því. Hann var langt frá því. Frábæra fyrstu 2. Og Vítor getur ekki annað en brosa þessu. Kemur upp á línunni með að glotta en fyrir langt undir. Það er smá stress þarna, en hann setur í. Hann er rosalega sterkur í smútskotum á pressutímum. Svona vilja hafa þetta spenna. Og spurningin er, verður hann jafn einbeittur, verður hann jafn rólegur og yfirvegaður? Sjáu þetta, það virkar eins og... Já. Þetta er rosalegt að fylgjast með þessu. Ótrúlega stöðugur og Kristján svarar. Hann svarar. Já. Við fengum enga putta myndalina þarna, en það var 140. Sýndist að hafa farið 180. Frábær byrjun hjá þeim báðum. 100. Svona á byrjunleikina. Já. Svona viljum við hafa þetta. 8 eða 16, þið sjáu það. Líklega miðaði bara á vírinn. Og í 21. Svakalegt í Kristjáni. Það er ofta niður að pílukastarar með 48 eftir. Þá er mjög þægilegt að hafa 8 og 16 hlið við hlið og miða bara á vírinn. Frábærar 2 útskotstölur í 220 eða 216 sem að fylgja kjölfarið. Það máttu missa píluna aðeins upp og aðeins niður. Frábær byrjun hjá Kristjáni. Byrjar þetta eins og hann. Lítur mjög vel út hjá Kristjáni í kvöld. Eins og það gerði á Selfossi í fyrra minni mig. Hann var líka fyrsta kvöldin í fyrra, fór hann ekki allavega í úrslitaleikinn. Hann fór í úrslit. Já, tækifæri til þess að tapaði vísu úrslitum, og aftur gegn kastinu. Og gerir það. Og það er Bjarmi sem byrjar 3. legginn. Bjarmi byrjar legg nummer 3. Upp á skorið bara nákvæmlega eins 28-27. Kristján er núna aðeins að segja kemst í þreifaldan. Sörugur núna á línunni. Eða bara báðir. Báðir, já. Hárrétt. Stressið aðeins að segja til sín. Þessir undir held ég. 100. En síðasta dattinn. En skilur ekki eftir í útskoti. Nei, eftir fyrstu 2 þá átti hann ekki möguleika á því. Hefði þurft að byrja hugsanlega annars staðar á spjaldinu. 41. Ekki glaðið með þetta. Nei, ekki glaðið með þetta. Kristján á undan niður í útskotið og skilur sig eftir í 68. Nokkuð þægilegur. Nú verður Bjarmi reynilega að ná stóri heimsókn til að setja pressu. Þetta er góð byrjun. 167 eftir. 160 eftir núna, hann heldur sig samt niðri. 86. Bara áhugavert. Ég vilja sjá hann fara upp í 320. Já, klárlega. 63 eftir hann þarf að færa sig í 13. Einfaldi 13 gefur hann þá möguleika á búlinu. En hann fer bara beint í þrefaldan og 24 eftir, 212. Já. Beiglar vírinn með þarna. Já, beiglaðist vel hjá Kristjáni hérna vírinn. Kristján byrjar legg nummer 4.
game on. 23. Gríðarlega öruggur í útskot. Og annars séns núna fyrir skrítin heimsókn niður hann af Kristjáni. Já, þú sér að hann hristi hausinn. Já, það segðu þig á miðri leið. Hann var ekki að hugsa nú vel hann herðu, eini viðbót hann skilja eftir toppi. Sjáu þetta! Og hann veit hann kemur að spjaldinu aftur út af því að Kristján klúraði þarna aðeins. Og spurning hvað pressu Kristján setur á. Setur pressu. Góða pressu. Allt í einu lifnuð við. Bjarmi til þess að koma okkur í ottalegg. Þessi er undir einnum. Tvöfaldur, já. Leggur fyrir Bjarma. Það er ottaleggur. Það fyrir við ottalegg. Bjarmi, þú ert að byrja. Game on. Það er ekki að segja hann að það þarf að færa sig allan niður í 19 eftir ef hann finnur ekki þrefaldan. Hann Kristján. Bjarmi fer í útskot núna, frábærar fyrstu tvær pílur. Og svo vel yfir. Skilur sig eftir 120. Kristján verður núna að koma sér útskot og hugsa núna, nú fór hún í 15. 55. Hugsaði ekki mikið núna. Aftur misreiknar hann sig. Já. Þarna hefði hann að fara í 18. Það er að síðan að segja, þegar hann fór í þrefaldan 15 hana, og þá var hann ekki alveg með þetta hreinu. Herðu, Shanghai útskotið, tvöfaldur 20 fyrir leiknum. 80. En hann getur farið núna að labba aftur fyrir Kristján og verið alveg rólegur þegar hann kemur aftur á spjaldinu. Og sér þetta Kristján byrjar á þreföldum, þannig að ef hann hefði sett í rétta tölu þá hefði hann getað sett alvöru sjálfur sér vestur þarna. Já. Þetta er ágætis fyrsta píla. Það er hann að... Já, hann klárar þetta! Jón Bjarmi Sigurðsson er komin í úrslitaleikinn á Selfossi. En hann gekk eins og ekki eins vel hjá hann mútið Kristján eða skipta niður og í fyrsta leiknum. Kannski er hann smeykur við það. Þetta er frábærar fyrstu tvær pílur, er það ekki báðar í? Jú. En 180 á Vítori, fjórða í kvöld af 7 heldina. Hann getur bara mjög rólegur nú. Já. En beint í mark. Frábær væri í útskotunum í kvöld, Vítor. Frábær í útskotunum í kvöld. Spilar þetta á 16 pílum. Já. Þetta er til í pokahotninu hjá Bjarma. Mikið andlegt í þessu sporti. Frábær fyrsta hana. Og er að koma sér í virkilega góða stöðu þessum legg og ef allt er eðlilegt, ef allt er eðlilegt þá ætti Bjarmi að klára þennan legg. Ótrúlega svona sviftingar. Fyrsti legg var Vítor langt og undan Bjarma niður. Bjarmi aðeins með 40 eitthvað í meðaltal og nú er þetta búið að snúast við í legg 2. Já, hérna sjáum við, þeir eru bara að vinna, Bjarmi er svo sem ekki búin að vinna en þeir eru að vinna sína leggi sem er mjög mikilvægt. Leggina sem þú byrjar. Já. 72 eftir, ætla hann að halda sig bara áfram hann uppi. Já, hann gekk ekki. Það var 57 eftir, það var að færa sig niður í 17. Og bara spurningar, enda ekki þrefaldu. Ég ætla að segja helst ekki þrefaldar 17. En gerði þetta vel. Hann getur tekið 16 pílur eins og Vítor gerði í fyrsta legg. Og nú er Vítor mættur til að reyna að setja einhvers konar pressu og tímasettingin er góð. 180. Þetta er típisku Vítor. Þetta 180 andlitið á þér þegar þú ert að fara í útskot í 40. En skiptir engu máli. Bjarmi búinn að vera solid í útskotunum. Allt og seint. Bjarmi fer ekki í útskot í þessari umferð. Jú, 180. Já, það er rétt. Hann hefði farið í útskot í 180. Aðeins 5 hjá Vítor í fyrstu pílu. Kannski komið í pínu stressi, hann er ekki að sætta sig við þessar pílur eins og... Nei, hann er ekki að sætta sig jafn mikið við þær. Og hann byrjaði að gera aðeins 30 gerðir. Og nú er Jón Bjarmi í kjörstöðu við að ná að setja einhverja pressu á þetta hjá Vítori. Já, frábær fyrsta píla. Frábær önnur píla. Fáum við enn 180 hjá Bjarma. Nei. 140! En frábær pílur. Allar á sama punktinu. Nú er Bjarmi vera helst aggressífur, vera frekar undir heldur en yfir einnum, myndi ég segja. En þetta er góð merking samt. Og hann er að klára þetta virkilega vel gert. Legg 3, legg með 4, Bjarmi. Hann er einum legg frá því að
taka fyrsta kvöldi sitt. Já, 3-1 fyrir Vítor allavega ekki að ganga upp. Bílunum. Nei, hann farin að sína smá hana. Já, spyrring. Ekki algengt að sjá þetta hjá Vítori. Nei. Spurning hvort hann hefði komið inn í henni leik með vannmatt. Það má vel vera. Hann allavega ekki að spila á sinni getu. Nei. Það var ekki í þessum leik. Ekki í þessum leik, hreinlega. Jú, fyrstu leggurinn var frábær hjá honum. Síðan ekki í sögunum með. Síðan hann búinn að dala mikið og þetta allt í höndum þessa manns. Og hann að finna þrefaldarreitin svo sannarlega. Hann heldur bara áfram. Já. Og í góðri stöðu með að klára þetta. 117 eftir. Það bara gjör svo vel að skora vel. En þú spurning með þessar tímasetningar. Nær Vítor. Kemur sér ekki út skot. Nei. Og ekki að finna þrefaldan. Jú, þrefaldan 17 dettur inn. Bjarmi, þú ert 117. Hann takk bara ekki út 117. Þrefaldur 19. Þrefaldur 19. Nei. 78 eftir og hann ætlar að halda sér áfram hann niðri. 50. Já, skrítin. Mjög skrítin. Skrítin pæling, en allt í lagi. Hefði viljað sjá hann fara þarna upp í þrefaldan 18. Og Vítor í þeirri stöðu, hann þarf allavega neitt þrefaldan til þess að koma sér niður í útskot. Ákvörðunin hann að fara niður í 17 hjá honum áðan, Vítor. Gerði það verkum að hann kemst ekki í útskot núna á búlinu með þriðju píluna. Þar að segja hann finnur ekki þrefaldan. Þannig að eitthvað svona sem ég tók eftir. Og langt frá því að komast í útskot og Bjarmi fyrir kvöldinu. Þetta góð merking. Já, og fer létt með það. Sigurverðin í kvöld. Nýliðinn, búinn að keppa í eitt á. Já, þetta rosalegt. Kom öllum óverum hérna í kvöld. Svo sannarlega með frábæri spilamennsku. Annar leikurinn núna sem hann fer í yfir 70 meðaltal. Og tekur núverandi úrvalsdeildarmeistara, nokkuð þægilega, 3-1. Já, þetta ótrúlega. Stórkostleg spilamennska hjá Jón Bjarma var í fyrsta leiknum á móti Matta. Spila frábærlega með 83 í meðaltal.